Já, velkomin að Rauða borðinu. Það svona hagfræðingaþáttur núna. Nú ætlum við að tala Mariönnu Mazzucato sem stórmerkilegur hagfræðingur, ítölsk-amerískur hagfræðingur sem hefur svolítið rótað upp í fólki með bókum sínum. Hún líka einkar skemmtilegur fyrirlesari. Þannig að ef þið heitist að því sem hér sagt, að þá hvet ykkur til þess að fara inn á YouTube og googla hana og fylgjast með henni, fara með fyrirlestar sína. En til að ræða hana, og já, ég ætla að gera þess að þetta svona þriðji þátturinn í röð, þar sem við erum að ræða kvenhagfræðinga sem hafa haft mikil áhrif á samtímann og hugmyndir okkar hagfræði efnahagsmál og eru byrjað að hafa mikil áhrif í pólitíkinni. Við byrjuðum á því að tala Kate Raworth og kleinurhringina hennar og svo vorum við í síðustu viku með Stephanie Kelton og MMT svokallað, nútíma peningamála kenningu og nú komið að Mariönnu Mazzucato sem þekkt fyrir umfjöllun sína markaðsbresti, svolítið svona hlutverk ríkisins á markaði, svolítið svona hvaðan peningarnir verða til og hvernig þeim dreift. Hún vill halda því fram að margt af því aflinu sem í efnahagslífinu verði til fyrir ríkistilstuðlana, en það séu kannski fjármálakerfið og fleiri sem að ná að sölsa þið til sín. En ég ætla ekki að halda langa fyrir þetta. Það fólk hingað komið sem ætlar að fræða mig og ykkur Mariönnu. Það Ásgeir Brynjar Torfason og Stefán Ólafsson sem komið hingað. Og síðan koma hingað líka á eftir Jóhann Páll Jóhannsson og Kristrún Frostadóttir. Þau eru bæði að niðri þingi. Það heit umræða, en þau munu koma hingað inn og taka þátt í þessari umræðu. Jóhann Páll stjórnmála hagfræðingur, held ég að heiti. Kristrún hagfræðingur, bæði þingmenn. Ásgeir Brynjar líka hagfræðingur og Stefán Ólafsson félagsfræðingur, en ég reikna með að við fáum svolítið svona breiða og skemmtilega umfjöllun. En við byrjaði þess að þætta á því að spyrja einfaldlega, hver Mariönnu Mazzucato? Má ég spyrja þig að því, Ásgeir Brynjar, hvaða kona þetta sem við erum að fara að tala um? Já, hún nú eiginlega sú af þessum þremur hagfræðikonum sem við verðum að fjalla sem ég þekki hvað best. Ég hef hitt hana á nokkrum ráðstefnum í tengslum við, frá því ég var að klára doktorsnámið mitt í tengslum við stofnun sem heitir Institute for New Economic Thinking, þar sem hún var styrkþegi, þannig að þar sá ég hana fyrst á ráðstefnum og síðan hefur hún gefið út þessar 4 bækur sem hafa allar orðið rosalega frægar heilum heiminn. Hún bara rétt 3-4 árum eldri en ég, en ég var frekar seint í doktorsnáminu því að unnið, en hún 4 barna móðir, ítölsk, býr í London, mjög virk og eiginlega, ef við tengjum við hina 2 þættina, þá hún eiginlega bæði. Þú veist, Kate með kleinurhringina fór bara úr háskólaumhverfinu, þó hún tengist Oxford og reyndi að hafa áhrif á stefnumótun, svona fyrir utan með að setja upp einfalda ramma með hana, og síðan Stephanie Kelton sem fór í að búa og þróa áfram kenningu innan hagfræðinnar þá í svona afmörkuðum skólum þar sem var leyfilegt að tala Marx og lesa Minsky áður en hann varð frægur. En Mariönnu Mazzucato gerir eiginlega bæði. Hún með eiginlega sjálfstæða stofnun í kringum sig. Ég þekki nokkra sem vinna hjá henni þannig, sem alveg bæði þá að kenna nemum í svona opinberri stjórnsýslu innan University College í London, bæði innan viðskipta og hagfræðisviðsins, en síðan hún líka mjög stór í ráðgjöf fyrir yfirvöld víða heim. Síðast kom hún inn með Evrópusambandinu í viðbrögðum við faraldrinum, en ef að þið skoðið bara jafnvel undir titlan á bókunum hennar, að þá sér maður hvernig hún hefur svona átt þátt í, held ég, að skapa svolítið umræðuna sem kemur fram í breytingu stóru alþjóðastofnunina eins og þegar IMF og OECD fóru mjög mikið að tala fyrir svona 5-6 árum inclusive growth, svona vöxt sem ætti að innifela alla. Þá voru menn búin að sjá vandann sem hlaust af röngu aðgerðunum við úrvinnslu fjármálahrundsins og sama síðan sem hún
gerir með nýjustu bókinni Mission Economy, þar sem hún fer svolítið aftur til hugmyndarinnar frá Kennedy og tunglferðarinnar en alveg frá upphafi þá hún að svona afhjúpa lygarnar eða skröggið í meginstraumshagfræðinni. Fyrsta bókin Entrepreneurial State svona hvernig sko þessi andstæða milli einkarekstursins og opinbera rekstursins gerð í svona hefðbundinni hagfræði og sagt að það sé svo mikil sóun í opinbera rekstrinum og einkaaðilar séu miklu arðsamari og hagkvæmari. Hún sýnir fram á hvernig í raun og veru allar nútíma uppgötvanir séu meira og minna ríkisfjármagnaðar upphaflega. Nú síðan fer hún yfir í bókum endurhugsun hagfræðinnar og endurhugsun kapitalismans, blandar saman hagfræðin og pólitíkinni, sjálfbæran vöxt og síðan sko bókin sem svo næst nýjasta sem heitir Value of Everything og þá hún sko, þá fer hún mjög langt aftur í hagsögunni. Hún lærði upphaflega hagsögu og fer síðan til Mexíkó, lærir þar og svo lærir hún hagfræði með kapitalistunum en allavega á þessum tíma þá las hún Kapital eftir Marx, þannig að hún fer alveg aftur til Smith líka og í raun og veru dregur fram úr sögunni það sem hefur eiginlega afvegaleiðst á dögum nýfrjálshyggjunnar, ef ég má segja sem svo. Það sem líkön eru sett upp, það sem sagt að hætt að kenna til dæmis hugmyndir virði, value, og að því þú sagðir ég var hagfræðingur, ég lærði náttúrulega heimspeki líka, og þá verður maður svona óraunverulegur hagfræðingur eins og Isabella kallaði það eða ekki alvöru hagfræðingur eins og margir af mainstream-hagfræðingurinn vilja tala fólk eins og Kate og Stephanie eða Mariönnu en með því að vera á báðum sviðunum held ég að hún hafi svona náð lengst eða flogið hæst eða haft mest áhrif með við þessar þrjár sem við erum að tala af því að maður sér beinlínis sporin af hennar rannsóknum sem kom út í bókunum sem verða vinsælar og seljast mikið og birtast síðan bara í stefnuplökkun frá Evrópusambandinu, skoska þinginu, Amsterdamborg eða á mörgum mismunandi levelum og ég held að síðan ef við förum yfir í Rauða borðsumræðuna, faraldurinn náttúrulega afhjúpar þetta og hjálpar í raun og veru til að ef að menn eru tilbúnir að hlusta og opna og ætla ekki að drífa sig núna aftur í gamla farið að faraldurinn í raun og veru sýndi fram á að sannar í raundæmi margt af því sem að hún hafði verið að reyna að draga fram á svona new economic eða endurhugsaðan hátt með því að gagnrýna meginkenningarnar af því að við sáum það var hægt að þróa bóluefni með því að ríkin komu inn í, það var hægt að halda atvinnulífinu gangandi með því að ríkissjóðirnir hjálpuðu til með atvinnulífinu og núna reyndar hefur maður mestar ágjör af því að atvinnulífið sé ekki tilbúið að hreyfa sig. Þeir formenn samtaka iðnaðarins atvinnulífsins fara ekki út í regnkápunum að fá rigningastyrk frá hinu opinbera vegna veðursins og þannig að kannski pendullinn farin oflangt í hináttina en hún allavega, og ég mæli með sem þú sagðir á YouTube, það eru mjög margir mjög hressilegir fyrirlestrar þar sem hún útskýrir á mjög svona einfaldan, skýran hátt, en hún talar rosalega hratt, þannig að maður getur pásað ef maður ekki alveg með enskuna á hreinu. Já, hún mikill sjarmur og talandi sjarmur þá Kristrún Frostadóttir að brjótast hingað inn á fundinn, þau eru niður á þingi, hún og Jóhann, þannig að ég ætlaði aðeins að fá hana Kristrúnu, blessu Kristrún. Komið sælir, sælir ekki satt. Sælir, og hér þú ert eina konan fyrir utan Mariönnu sem við erum að ræða Já, ég má bara byrja strax á henni, þú hrifin að henni eða ekki? Jú, ég mjög hrifin að henni. Eins og allir. Já, hver það ekki? Já,
Má ég spyrja þig, hvað sem sagt, af því að ég átta mig ekki alveg á því, svona hvað af þessu sem hún að halda fram og setja saman svona nýtt, en hvað af þessu bara svona raunverulega gamall lærdómur þegar maður búin að ýta nýfrjálshyggju vitleysinu frá sögunni, að þá svona blasir, finnst manni stundum það sem hún að segja, þá eiginlega blasir þetta bara við, ef maður bara gleymir því sem hefur búið að vera haldað fram síðan 30-40 ár, að þá þetta bara augljóst, þá þetta bara common sense og hagfræði. Hvað munur? Hvað nýtt hjá henni og hvað svona samtíningur af gamalli reynslu? Sko, maður vill auðvitað ekki vera að gera lítið úr því að þessi oft verið að endurvinna hlutina. Ég held að oftast kannski velgengni sem svona einstaklingar eiga einfaldlega bara framsetning og ná einhvern veginn að setja hlutina í rétt samhengi. Sko, mín upplifun að þetta svolítið afturhvarf til, þú veist, á jákvæðan hátt til svona skilnings á því að þú veist, ríkið að reka samfélag, það ekki að reka fyrirtæki og skilning þess á að þú ert með svona ákveðin þríhyrning til staðar sem að þó hún reyndar tala ekki, allavega það sem ég hef lesið, því leiðréttu mig ef það rétt, ekkert rosalega mikið vinnumarkað en þá það samt þessi, þú veist, þetta afskiptaleysi sem hefur byggst upp í nokkur ár, gagnvart annars vegar vinnumarkaði og síðan að byggja upp það viðmót hjá einkageiranum að ríkisaðgerðir séu slæmar. Þetta náttúrulega eitthvað sem þetta var ekkert svona. Ég meina, sósíaldemókratísk ríki, velferðarsamfélagi, norrænu samfélagi, þau upphaflega byggðu eftir stríðsárin, þau auðvitað byggðu á svona hugmynd, það sem að kannski á ensku kalla svona svolítið state making, sko. Og skilning á því að til að myndi úr að reka einkaríki fyrirtæki þá eða vera jákvætt ef að ríkið að skapa líka góðan ramma fyrir launþegana sem starfa hjá þér til þess að operera í. Þannig að sko það og á ekki bara við norrænu ríkin heldur líka bara Kóreu, Japan, Bandaríkin á fyrstu áratugum síðustu aldar og náttúrulega eftir New Deal. Algjörlega, bara svona velferðar uppbyggingar árin og það nú eflaust örugglega meiri þekking á henni en endalega bara ég þó ég fylgst lengi vel með henni en mér finnst rosalega sjarmerandi bara þessi framsetning hjá henni þrátt fyrir að kannski set ekki allt nýtt en hún að það sem hún kannski gerir betur og það jú kannski nýjungin að hún skapar smá svona spennu, svona excitement í kringum mögulega hlutina sem ríki getur gert. Þá ég að segja ekki bara einhvern veginn, þú veist, jöfnuður og styrkja grunninn heldur að ríki getur líka gert spennandi hluti eins og að sækja fram. Þú veist, ríki getur þetta public value concept hjá henni. Að það sé ekki alltaf þannig að öll nýsköpun og allir áhugaverðir hlutir þurfa að eiga sér stað í einkageiranum og hið opinbera sé bara svona staður fyrir fólk sem getur ekki hugsað sjálfstætt og við sjáum það til dæmis í umfjöllun samfélagsbankana sem hún að tala að ég stofna við það, var að vinna með í Skotland og þar sem hún talar að það líka bara skapa spennandi störf fyrir ungt, þenkjandi fólk sem vill starfa líka hjá hinu opinbera þannig að mér finnst það líka svona jákvæði vinkillinn á þessu fyrir fólk sem voðalega hratt að hugsa að ríkið sé bara þungt og einhvern veginn þar inni sé bara fólk sem hafa engar hugmyndir og svoleiðis að hún gefur ríkinu aðra áru og mér finnst það rosalega mikilvægt í þessari umræðu. Þetta snýst ekki bara einhverja ölmusu og vera einhvern veginn að ég veit ekki hvað minna. Þetta oft svo neikvæð umræða þetta. Þannig að það klárlega nýtt fyrirbrigði finnst mér. Hvaðan kemur þessi neikvæð umræða því að ef við bara Íslendingar horfum, ég meina þá var ríkið byggði upp heilbrigðisþjónustu og menntakerfið og ríkið byggði líka upp Landsvirkjun og hið opinbera byggði upp hitaveituna og við getum þuluð endalaust upp sem að hið opinbera hefur gert og svo þegar á að fara að þylja upp það sem að fyrirtækin hafa gert að þá var eitthvað Össur og Marel og svo bara verða menn sko. Þannig að hvernig stóð á því að svona þessi hugmynd var að ríkið ætti að vera bara leiðilegt og ætti við bara að íta því frá. Hvað? Já, þetta bara mjög góð spurning. Þú veist nú kannski ekki að spyrja rétta aðalann en sem mér ekki eðlislegt að hugsa þannig. En þetta þú veist, hugsaði líka bara hvað þetta galið sko. Að öll þessi frábæri fyrirtæki sem til staðar og alltaf vera að tala þau eru að vaksa ákveðnum velferðargrunni sem gerir þeim kleift að bjóða upp á spennandi störfina. Og þetta þú veist, mér finnst þetta að vera ákveðin hugsunarvilla þegar vera hugsun ríkið. Það á heldur ekki að vera alltaf að stilla þessu upp að þetta sé eitthvað private versus public. Þetta bara
eitt og hið sama, það að segja, þetta ákveðin sko hringur, svona himnahringur sem verið að reyna að skapa og það vex ekkert í hagkerfinu, í einkageirunum nema ríkið sé að veita öflugt velferðarkerfi. En ég meina þetta auðvitað bara ákveðin orðræða sem að lifnaði við á sínum tíma. Einhverju leyti kannski má rekja þetta til þess að svona gamla ríkisvæðingastefnan sneri náttúrulega líka svona svolítið nepotisma. Það var ekki allt gott við hana. Þú veist, það svona endurreist kannski nýrra hugmyndafræði hlutverk og virkni ríkisins sem að fælst ekki því að skipa, þú veist, framsóknarmenn og sjálfstæðismenn í bankastjórastöður, skilji. Þannig að það kom kannski ákveðin neikvæðni líka í kringum ríkið af því að það var verið að beita sérhagsmunir voru þar inni. Þannig að það kannski líka svona parturinn sem svolítið nýjung með Mazzucato núna. Hún er að reyna að setja þetta fram á svona nútímanlegan, þú veist, almannahagsmunahátt, að ríkið sé stofnun til að sækja fram. Á meðan að kannski sögulega hugmyndin velferðarríkið, henni fylgir líka þessi neikvæðni að fólk hafi verið að nýta sér sambönd og þess aftar, sem náttúrulega ekki það sem við viljum endurvekja. Og líka til staðar í einkafyrirtækjum, heldur betur. Vissulega, fólk einhvern veginn náttúrulega viðkvæmara fyrir því að þeim finnst þetta að vera skatti og þess aftar, en auðvitað þetta allstaðar. En ég held að þetta sé greinamenni sem sé mikilvægt að gera núna í þessari kannski nýju sveiflu, svona félagshyggju að það enginn að tala að endurreisa sömu gömlu blokkirnar og það þarf að gera svolítið greinamenn á því. Má ég bara rétt skjóta inn í, Gunnar, sko, ef að hún hefði verið fengin hingað til ráðgjafar, þá ég samfærður að hún hefði krafist þess að þegar að ríkið veitti flugfélaginu ríkisábyrgðarláni, að þá hefði hún ráðlagt, já, sjálfsagt, við tökum 10% af hlutafénu á móti. Og núna gæti þá ríkið selt sinn 10% á genginu 2 eða hvað sem gengi á flugfélaginu. Á sama hátt, þú nefndir Össur og Marel, félag sem verða til í háskólanum, og þetta bara módel frá Stanford og fyrir amerískum háskólum. Hagnaðurinn af því rennur ekki allur til prófessorana sem stofnuðu þau eða bygguðu til eða fengu hugmyndirnar í rannsóknarhópum innan skólans, heldur fær skólinn sem fóstraði vísindin á bakvið nýsköpunina 10-20%. Þannig við þurfum ekki að vera að hafa happdrætti og taka 2 milljónir af 2000 spilafíklum til að byggja húsnæði háskólans í skatt. Mjög auðveldar, einfaldar leið. Praktískt dæmi. Herðu Kristrún, þú og Jóhann, eru þið í umræðu niður á þingi? Já, það semst bara ræða í gangi núna, við vorum að stökkva úr andsvörum, þannig að ég get kannski talað í 5 mínútur lengur og svo getur Jóhann tekið við, það leiðist ekki tekið þetta í dýnamiskara samtali, en mér langar kannski að skjóta inn, að menn ég hef orðið og svo langar mér að heyra frá hinnum, að sko, þetta var mjög góð punktur frá Ásgeiri Brynjólfssyni varðandi Icelandair. Þú veist, þetta var það sem ég sagði þessum tíma, ég menn af hverju má ekki bara taka eignarhlut í þessu, það mátti ekki eiga neitt, þetta var eitthvað svo, þú veist, það mátti alls ekki, ríkið gat ekki komið inn og verið það bara virkur fjárfestir. Hún hefði klárlega mælt með þessu, hún Maríanna, en að því að við erum að tala stefnuna og sko, nú vil ég gerast svo sjálflega og vitna í sjálfa mig sko, og í álitunum sem ég var að senda frá mér. Það mjög, og Jó getur kannski komið þess mér inn á þetta, það mjög átakalegt, finnst mér, að lesa svona þá hagstjórn sem verið að boða í þessari stefnu, af því að sko, án þess að vera að tala tölurnar þar á bakvið og hvað að skera niður og þess að þar, heldur bara sko, það svo mikið metnaðarleysi í hvernig þú beitir ríkinu. Það mikið fjallað sko, að áföll sé að fara að dynja meira reglulega á, þau verður tíðari, ríkið þurfa að búa yfir fjárhagslegan styrk til að mæta þessum tíðu áföllum og þannig öll hugmyndin sjálfbærni í þessum lagaramma opinber fjármál á að ganga út af það að byggja upp eitthvað brjálæslegan fjárhagslegan bókhaldslegan styrk til þess að lenda í áfallinu. Og maður lesi þetta og hugsar, fyrirgeði, akkur ekki verið að reyna að takast á við viðfangsefni, akkur ekki verið eins og Maríanna talar að sækja fram, frekar en að bakka í vörn. Af hverju erum við ekki að taka umræðin, af hverju erum við að verða svona viðkvæm fyrir áföllum? Af hverju ekki fjárfest þá í kerfum sem ekki svona viðkvæm fyrir áföllum? Og það þessi hugsunarháttur sem ég held að hún geti verið svolítið hrifin af en vantar algjörlega hér heima, sem bara hvert hlutverk ríkisins í kerfi sem að lenda í tíðum áföllum. Af hverju erum við ekki að fjárfesta í að draga úr þessum áföllum?
En veldur þetta ekki líka því að sko ríkisstofnanir og ríkisreksturinn verður bara of daufur? Ég var hérna að tala við fólk sem vinnur í heilbrigðiskerfinu og vinnur með sjúklingum og þau voru að tala þetta að það væri eiginlega ekki horft til þess að þau gætu bætt nýtt. Þetta ætti alltaf að sko línan að koma einhvers staðar á ofan. Það var ekki horft á það að þau gætu fundið lausnir á því að gera hlutina betur og bara niður á gólfinu. Og það er svona lamandi hugmyndum ríkið að það sé ófært að búa til nýsköpun og eitthvað slíkt. Það var nefnilega nefnt í þættinum að það var til dæmis göngudeild COVID sem svona nýsköpunarverkefni í COVID líklega bara með því stærri og betur lukkuður sem dæmi það sem verður til innan úr ríkinu. Þannig að það inn í þessu líka svona hugmyndalegt vandamál sem að það ekki gert ráð fyrir því að komi neitt gott og gagnlegt frá hinu opinbera. Algjörlega. Þetta þessi hugmyndum að ríkið sé bara einhvern veginn áhorfandi í kerfinu, fjármálaráðuneytið sé bara einhver rammi, og það sé ekki hægt að gera neitt, það spretti ekkert nýtt upp sem bæti kerfið og þá mögulega, sko, fólki dettur ekki í hug og mögulega getum við fundið lausnir sem að myndu, sko, draga úr kostnaði síðar meir ef það væri bara tilbúið að setja pening í það núna. Þetta snýst allt að hlutirnir sé að fara að versna svo mikið, öldrun þjóðar, þetta verður bara hræðilegt og við þurfum einhvern veginn bara að byrja að skera niður, það sé ekki hægt að hleypa neina stað. Þegar maður situr í fjárlaganefnd þá áttar maður sig á því hvað fjármálaráðuneytið stýrir alveg ótrúlega miklu. Það þau sem ráðuneytið sko fjármála ákveður bara ramman fyrir öll ráðuneyti, algjörlega óháð á sko uppaflegum þörfum ráðuneytisins. Í staðinn fyrir að sé farið inn í ráðuneytinu og spurt fyrir ekki hvað stefnir í hjá ykkur, hvað þurfið þið, þá það bara gjör svo vel, hér ykkar sneið og finnið þið bara út úr því hvernig þið ætla að skera niður. Þannig að þetta rosalega ósérmarrandi framsetning sko. Þegar þú sagðir þetta núna áðan í umræðinni að þyrfti framsækið ríki sem að vera að móta framtíðina, sögðu ekki allir þingmennirnir hinir 62 á einmitt, við erum í tómri vitleysu, nú þurfum við að skipta kúrs og fara að gera hlutina öðruvísi. Gerðu góður rómur á málinu? Ég held að fara kannski eftir hvernig tala við sko. Ég held að það sé margir sem eiga reyndar erfiðara með að mótmæla sömu þessi daginn áður. Og það meðal annars út af einstaklingum eins og Maríönnu sem hefur bara náð sko narratífinu, sögunni svo vel. Og það skiptir óslega miklu máli í efnahagsmálum að segja rétta sögu. Þannig ég ætla ekki að vera það neikvæð að segja þetta sé ekki hafa áhrif. Maður alveg farin að heyra orðraðan að breytast. Það sem maður sér hins vegar að þrátt fyrir að maður sé farin að heyra þessar velferðarpólitík meiri á ríkisstjórninni. Að eins og ég var líka komin í ræðum minni áðan. En það verið samt að sigla undir fölsku velferðarplaggi. Það verið að boða rosalega, velferðar úrbætur, eins og þú skoða tölurnar, þá ekkert að marka. Þannig að ef ég ætla að vera jákvæðin í lokin, af því að svo verði ég eiginlega stökkva aftur inn í sal og taka andsvör og svo horfi ég bara upptökuna eftir og hlusta á okkur. Að þá kannski fyrsta skrefið það að stjórnmálaflokkarnir með þess hægri flokkarnir eru hættir að þora að segja upp á hvað það sem þeir raunverulega vilja. Að þeir vita að meirihluti þjóðarinnar vill öflugt velferðarsamfélag. En þeir eru bara ekki tilbúin að setja fjármagnið í það, skilji. Þannig að ef það kemur næg pressa, þá kannski breytist þetta, en það þarf náttúrulega bara nýja pólitík í fjármálaráðuneyti, vegna þess að þaðan dansa allir limirnir þessa dagana. Herðu, ég ætla að hleypa þér hérna inn í umræðuna í Karpi þingsal og Stefán, það annar þingmaður sem að býður hann, við verðum að þeir bara slá hérna með blýant einhvers staðar og maður verður að gefa þeim orðið, þannig að ég ætla að spyrja Jóhann Pál sem er nýkomin á þing og nýkomin úr námi í Bretlandi. Hérna, hún hefur gefið út bækur sem hafa orðið svona metsölubækur sem hafa haft mikil áhrif. Kanntu að skýra það? Hvað veldur því að það er svona mikið power í þessum bókum sem hún er að gefa út? Það getur kannski dæma einni. Já, kannski áður en ég fer út í það og vil nú segja að þetta er mjög svona viðeigandi að koma inn í þessu umræðu. Ég er einmitt að koma niður úr þingsal sko þar sem við vorum þar sem ég var að spyrja einmitt formann fjárlaganefndar hvers vegna ríkisstjórnin væri að leggja svona ofboðslega mikla áherslu á það að draga úr umfangi ríkisins í hagkerfinu. Því það er það sem fjármálastefna þessara ríkisstjórnar gengur út á og fjármálaáætlun. Og þetta er bæði á útgjaldahliðinni og tekjuhliðinni og bæði hjá ríkissjóði og hinu opinbera í heild að í rauninni draga úr umfangi ríkisins í hagkerfinu. Ég spurði hvort
þau í Vinstri grænum hefðu hvort þið hefðu einhverju svona óbeit á samneyslu og opinberri þjónustu og það svona það svona svolítið móðgun yfir því sem er nú bara ágætt kannski en svona lítur þetta nú samt út já, hvaða sko, og þetta er náttúrulega bara þetta er kannski svolítið bara þessi gamla svona hreintrúarstefna varðandi ríkisvaldið og hlutverk hins opinbera að ríkið hljóti alltaf einhvern veginn að vera þvælast fyrir að það þurfa að kappkosta að draga úr umfangi þess að ríkið geta aldrei verið með lausnin og einmitt það eins og varst að segja rétt á þann bara frá fólki frá ríkisstofnunum fólki innan ríkisstofnana hvernig því er ekki treyst til að leysa einhver vandamál og koma með svona einhverja nýsköpun og lausnir sjálft sko. Ég var einmitt á flakki landið og við Kristrún og þau fleiri í þingflokknum og það einmitt bara, heyrði ég þetta innan úr mjög mikilvægri stofnun sem sinnir heilbrigðisþjónustu að það var oft með einhverja hugmyndir það hvernig mætti leysa einhver mál betur, hvernig var þetta að bæta þjónustu við sjúklinga og svo framvegis en þá einhvern veginn væri slegið á hendurnar á puttan á þeim upp í ráðuneyti sko, og einhver aðhaldskrafa alltaf við líði sko, sem þyrfti að... Og það hefur bara engin áhuga á þau að hlusta á því, það er það sem maður heyrir. Fólk er að koma með reglurinn um einhverja tillögur og bara það fær svona... Fólk hefur áhuga á því að hlusta á... Engan áhuga. Fólk hefur áhuga á Mazzucato, það er rétt sem þú segir, og það er náttúrulega bara því hún er miklu betri penni heldur en við og miklu skemmtilegri kannski og náttúrulega skaust þarna fyrst upp á stjörnuheiminin með bókinu frumkvöðla ríkið, þeir eru eflaust búin að tala um þá bók og það sem er kannski svona það sem ég á svona skemmtilegast í þeirri bók og það sem hefur örugglega vakið áhuga fólks er bara hvernig þú dregur það fram með svo samfærandi hætti, hvernig tækni framfarir hafa verið drifnar áfram af opinberri fjárfestingu og ríkinu og háskólastofnunum og bara þessar svona byltingarkenndustu tækninýjungar okkar daga sko, hvort sem lítum til internetsins, nanotækni, lyfjaiðnaðar. Við skoðum bara til dæmis alla galdrana í einum svona iPhone. Þú veist, við erum að tala um GPS-tækni, snertiskjá, raddgreiningartækni, internetið. Þetta er allt svona á einn eða annan hátt afsprengi opinberar fjárfestingar og samvinnu milli ríkisins og einkageirans. Og þetta er tækni sem hefði ekki orðið til ef ríkið hefði bara setið einhvern veginn með hendur í skauti og beðið eftir einkaframtakinu. Núna á undanförnum árum þá hefur hún verið svona þróa svolítið áfram þessar hugmyndir sem birtust í bókinnar frumkvöðla ríkið og það sem hún svona tala svolítið mikið núna er það sem hún kallar Mission Oriented Industrial Policy. Ég veit ekki hvernig er best að íslenska það, kannski svona markmiðsdrifin atvinnu eða iðnaðarstefna eða getum við að tala um leiðangur, bara rétt eins og tunglferðin, hún notar tunglferðina sem dæmi. Það er eitthvað svona mission og eitthvað keppilega að komast á tunglið og það þegar sko öllu mætti ríkisvaldsins er beitt í þá áttina, þá hefur það ýmsar svona ófyrir síðar afleiðingar og leiðir til tæknibreitinga og úrlausna á ýmsum vandamálum sem kannski engan hafði órað fyrir í upphafi. Og þarna er á svona hugsunin hjá Mazzucato að ríkið hafi miklu víðtækara hlutverki að gegna í atvinnulífinu heldur en bara það að búa til einhvern svona mjög almennan laga og regluramma og að leiðrétta svona einstaka markaðsbrest. Mazzucato segir bara að ríkið eigi að sko skapa og móta markaðina, beina þeim í farvegi sem þjóna tilteknum markmiðum og þetta verður gert með opinberri fjárfestingu, með því að örva eftirspurn eftir svona tiltekinni starfsemi og þjónustu gegnum sko til dæmis innkaupastefnu hins opinbera og þetta með virkri hagstjórnarstefnu og sterku menntakerfi. En Jóhann, það er einn galli í þessu að þarna er gert ráð fyrir því að stjórnmálin séu svona eins og þau voru kannski upp úr miðri síðustu öld, en stjórnmálin í dag, það er ekki trú á því að við séum að koma saman til þess að móta framtíð þangað sem að við viljum fara og þau viljum að beita ríkisvaldinu til þess. Heldur er hugmyndin sú að þau halda ríkisvaldinu tilbaka og þá muni framtíðin spretta upp frá að verkum frumkvöðla sem að láta drauma sína rætast og búa til betri heim fyrir okkur.
og við erum ekki leiðin til tunglsins eins og Bandaríkjastjórn var að gera á sínum tíma, heldur erum við á leiðin Mars með Elon Musk og þetta sé bara miklu betri veruleiki. Já, reynda tekur hún sérstaklega fram sko að kannski í dag séu það allt annars konar markmið sem við eigum að stefna, hún að tala félagsleg markmið og til dæmis loftslagsaðgerðir og svo framvegis og hvernig megi tvinna þetta saman og nefnir ýmis dæmi þetta sko. Hún hefur til dæmis núna á undanförnum árum verið til ráðgjafar stofnun svona ríkisrekins fjárfestingarbanka í Skotlandi og það bara banki með mjög skýrt mandate að í rauninni bara setja þolinmótt fjármagn, ríkisfjármagn í þróun á svona tæknilausnum í loftslagsmálum og í svona velferðartækni til dæmis til þess að bregðast við aldurstróuninni, við öldrun þjóðarinnar. En þetta svo sem alveg rétt að einhverju leyti, ég meina hún svona gerir ráð fyrir því að í þessari nálgun að það sé hægt að stjórnmálin geti verið lýðræðisleg og falleg, að það geti komist flokkar og fólk til valda sem ekki bara að hugsa sérhagsmuni og vinna fyrir auðvaldið sko, það alveg rétt. Þannig að spurning hvort að stjórnmálin nái að endurskapa sig til þess að geta uppfyllt þessar. Já, til þess að geta stýrst vel og búið til þetta svona skapandi, sterka og sveigjanlega ríki sem hún að tala sko, sem hún vill að koma okkur til bjargar sko og leiði okkur og atvinnulífið og bara samfélag út úr þessum ógöngum sko og skapa eitthvað nýtt og betra. Herðu, Jóhann, þú staldrar eitthvað aðeins lengur við. Þú staldrar aðeins lengur við, en ég ætla aðeins að koma ávarpa Stefán Ólafsson. Sko, það eitt sem ég að velta fyrir mér, með bæði allar þessar 3 konur sem hafa verið hér til umfjöllunar, að þá eru þær svolítið að ráðast á einhvern veginn eins og svona staðnað hugmyndakerfi sem komið í eitthvað þrot og það blessuðu nýfrjálshyggjan og allt þess sem að henni fylgir sem að þú hefur lengi bent á ágallana á Stefán. Hvað ég bara velta fyrir mig sko, hvernig maður að taka þessu? Þetta merki þess hvað raddir þessara 3 hagfræðinga og reyndar miklu fleiri, hvað berast víða og svona, getur verið mikið svona power í því sem eru að segja, bara eins og það að maður þurfi ekki að vera illa við ríkið, heldur getur maður verið velri við ríkið, allt í einu verður mikið bara power í þeirri hugsun og við þekkjum þetta líka með MMT, þeirra svona hugmyndir að það sé að ríki getur raunverulega bara fjárfest í góðu verkefnum og bara með því að framleiða peninga til þess að gera það og alls konar svona hlutir. Ástæðan fyrir því að við hrífum svona með dauði þess samfélagssáttmála og hugmyndakerfi sem við lifum innan eða máttur í þessum hugmyndum í sjálfum sér? Þú veist, þá ég velta hvað hún að ávarpa, hún Maríanna? Sko, það sem að mér finnst merkilegast og ég held að skýri nú mest þessi áhrif og þessa athygli sem að hún fær sérstaklega, sem nú miklu meiri en hinar 2 konurnar sem þið hafði verið að tala og það það að hún að koma með röksemdir sem að koma úr annarri átt heldur en við höfðum áður. Þú varst nú að vísa í New Deal og þetta, hún ekki svona dæmigerður stjórnmálahagfræðingur sem að koma með rök blandaða hagkerfisins, hún ekki velferðaríkis spekulant þó að hún augljóslega telja að það sé mjög mikilvægt. Það sem að hennar sérstaða byggir á það að hennar bakgrunnur nýsköpun og tengir það við stefnumótun og það sem að hún hefur fram að færa sem að nær athyglinni öðru fremur það að hún hefur heilmiklar sögur að segja hlutverk ríkisins í nýsköpun og hvort sem að það tengt tunglferðunum, Apollo-programminu og allar þær tækninýjungar sem að því tengdust að hún að gera mjög mikið úr þessu stóra hlutverki ríkisins sem að fólst í því að stjórnmálamenn, lýðkjörnir stjórnmálamenn tóku ákvörðun eitthvað verkefni, stórt, krefjandi, flott og erfitt verkefni og það var ekki síst valið
eins og Kennedy sagði á einhverju stigi, einmitt vegna þess að það erfitt að ríkið tekur forystuna, leggur upp prógrammið, heldur utan þetta alla leið en virkjar einkageirann, virkar hvort sem það eru einkafyrirtæki eða aðilar í þriðja geiranum, hún talar nú mikið það líka, Mazzucato, og en ríkið það sem að svona horfist í augu við verkefni sem að fyrir liggur og brýnt að taka á eða mönnum finnst áhugavert að minnsta kosti að taka á og þannig horfur hún á loftslagsvandann í dag og hún horfir á alls konar þjóðfélagslegar þarfir sem ekki sinnt og með þennan lærdóm. Hún í raun og veru snýr á haus þessari meginstraumshugsun nýfrjálshyggjunnar sem að Ronald Reagan kannski útskýrði sem best eða á sem einfaldastan hátt, það var nú ekki mikið vit í því reyndar, auðvitað, þegar hann sagði upp úr 1980 að ríkið leysir engin vandamál. Við eigum aldrei að snúa okkur að ríkinu til að leysa vandamál. Ríkið sjálft stærsta vandamálið og aðalverkefnin eiga að vera þau að koma ríkinu út úr sem flestu, minnka hlutverk þess, færa verkefnin yfir í einkageirann, yfir í einkafyrirtækin og yfir á markaðinn. Ríkið má hjálpa einkafyrirtækjunum, styðja við bakið á þeim, fjárfesta í nýsköpun fyrir þau og taka áhættuna af þeim. En aðalatriði að einkaaðilarnir, eigendur einkafyrirtækjanna geti grætt á því sem að þeir fást við og þannig eigi bara að ríkið að vera svona eins og dauður ónýtjungur svona við hliðina á lifandi og þróttmiklum markaði. Það þessi hugsun sem að Mariana Mazzucato, hún snýr henni alveg á haus og rekur alls konar sögur, ekki bara það hvernig geimferðarprógrammið skilaði margvíslegum nýjungum sem að einkafyrirtæki síðan tóku upp á sína arma og gerðu sér mikinn hagnað úr. Hún getur líka sagt frá því hvernig Kísildalurinn í Kaliforníu, þar sem að var svona vagga upplýsingabyltingarinnar, upplýsingatækninnar, netsins og alls þessa, að hvernig megnið af því sem að þar varð að stórum og merkum nýjungum var til fyrir tilstilli ríkisins þegar að ríkið ekki síst, þetta byrjaði nú mikið með varnarmálaráðuneytinu sem að fjárfesti í alls konar nýsköpunarverkefnum og oft á tíðum var það nú svo þannig að þó að frjálshyggjumenn hafi svo reynt að eigna sér þetta allt saman í hugmyndafræðinu og sagt að Kísildalurinn væri eins konar paradís óheftra markaðshátta og þar sé einmitt dæmið hvernig einkafjárfestarnir og einkafyrirtækin með sína framtaksmenn hafi búið til allt þetta stórglæsilega. En megnið af því var fjármagnað upphaflega af ríkinu, oft á tíðum gert að beiðni ríkisins með svona prógram sem að ríkið vildi ná fram og ná árangri í. Þannig að þetta finnst mér vera það sem að hún nær athyglinni með og þetta fellur auðvitað allt mjög vel að þessum almenna stjórnmála hagfræði ramma blandaða hagkerfið og velferðaríkið og allt það en já og það líka En galdurinn svolítið á henni eftir því sem þú ert að segja það að hún tekur eiginlega það sem að nýfrjálshyggju einkaframtaksmennirnir stærðu sig mest af að væri þeirra það sem að þeir ættu sem væri frumsköpun entrepreneurismi að hann ætti einmitt upprunið sinn hjá ríkinu sem að þeir litu á sem andstæðing sinn. Þannig að það svona mikið að taka akkúrat djásnið þeirra og segja að þetta er afleiðing af ríkisrekti. Algjörlega en hún svo sem ekkert svona kaþólsk eða einstrengingsleg þannig, hún telur að það sé nú líka bara heppilegt að ríki vinni líka með einkaaðilunum en hún varar mjög við því að mikið af svona því sem að
þið voru að nefna þetta aðeins áðan að eins og í þessum kreppustuðningsaðgerðum núna í COVID-kreppunni að hún varar mjög öllu því að það sé verið að pumpa peningum inn til að aðstoða fyrirtæki án þess að þeim séu sett algjör skilyrði og bara svona dæmið til dæmis það að framleiðslan á bóluefnum gegn COVID veirunni að ríkið bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu settu alveg massífa peninga inn í þróun á bóluefnunum, alveg massífa peninga og þetta segir Mazzucato að þýði í raun og veru það að bóluefnin urðu þar með almannaeign, að því að ríkið hafði fjármagnað megnið af kostnaðinum við að búa þau til og gera þetta svona hratt og allt það. En hvernig er það þá? Er þetta meðhandlað sem einhver almannaeign? Ó nei, þetta er síðan markaðsett og selt og dreift til þeirra sem að þurfa á bólusetningum að halda, bara á hinum venjulegu kapitalísku leiðum einkarekstrarins. Lyfjafyrirtækin græða á þessu, setja verðið, ofurverðið, þau eru með þess að selja ríkinu sem að borgaði stofnkostnaðinn á þessu. Þetta er oftast ríki sem að borga fyrir bóluefnin. Einkafyrirtækin Pfizer og Moderna og þessi, þau standa algjörlega gegn því að það sé lyft einkaréttinum á framleiðslunni í þessu, þannig að vera auðveldar að framleiða meira bóluefnum, sérstaklega fyrir fátækari ríkin. Þetta er bara venjulegu kapitalískur sérhyggju, sérgróða leið sem að fær að þrífast á þeim grundvelli að ríkið gerði þetta allt mögulegt með þessum hraða, með þessum stofnkostnaði sem það lagði í þetta. Og þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlegt að við skulum vera að búa við svona fyrirkomulag. Auðvitað áttu þessi bóluefni að vera bara almannaeign og mestalagi borgað fyrir hráan framleiðslukostnað, þannig að þetta er selt við vægum verðum en ekki með þessu venjulega ofurgróða lyfjafyrirtækjum. Eins og þekkt er frá að því að þú vitnar í túnferðirnar að myndir sem eru teknar með Hubble-sjónaukanum sem að NASA rekur að það er ekki hægt að selja þær vegna þess að almenningur er þegar búinn að borga fyrir þær. Það er svona sú hugsun að ef almenningur er búinn að fjármagna bóluefnin þá hlýtur almenningur að eiga þau. Ásgeir Brynjar, þú réttir upp hönd? Já, en ef að Jóhann Páll vill vera undan þá er það Nei, alltaf. Og sko já, ég ætlaði bara að fylgja eftir þessu sem því Stefán var að tala um, hún fer náttúrulega mun lengra, hún er ekkert hrifin af einhverju svona velferðarpólitík að útdeila af tekjum ríkisins til hinna sem minna meira sín, það sést bara af vandanum úr fjármálakerfinu og hvernig hið stóra kapital tekur alla rentuna út úr kerfinu og þá vill hún ná fram mun róttækari breytingum á kapitalismanum í sjálfu sér sem nú ekki hægt að tala um hér. Við erum bara rétt búin að ná að samfara Óla Harðar og Boga Ágússon að nýfrjálshyggjan sé dauð, sem að lá nú fyrir allavega 12 árum í útlöndum. Þannig að umræðan hér er svolítið langt á eftir með það. Annað dæmi, hún tók almannagæðin, public good, vildi endur hugsa það hugtak yfir í almannavirði. Þannig að hún tekur hlutina mun lengra en það er ekki með öðru en því bara að hafa lesið almennlega Adam Smith. Hún er ekki einu sinni neitt marxisti sem mátti nú ekki nefna á göngunum upp í skóla þegar ég var kollegi Stefáns. Núna má þó allavega segja orðið en mann sem hlaupa. Ásgeir, að því að þú nefndir hann Jóhann Pál og hann er nýr þingmaður og nýir þingmenn eru svo samviskusamir að hann finnst eins og hann eigi að fara niður í sal og fara að rífast við VG. Þannig við viljum að spyrja Jóhann, þegar við erum að tala um þetta, hvað er mikil breyting og hvernig afstöðu Mazzucato tekur til ýmissa hluta. Það er nefnt samfélagsbanki, það er nefnt það að við getum reist við þessi fyrirtæki og allt í lagi það, en við tökum þá bara kött í uppsvinginu eða hvernig sem að menn myndu vilja orða það.
gefðu okkur svona dæmi það, ef að við værum að tala pólitík út frá hennar sjónarmiðum, hver væru umræðin hann niður á þingi? Við værum að tala að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka reglulega. Við værum komdu nú með dæmi stjórnmálahætti Mazzucato. Já, nei, mér finnst þetta ofboðslega gott dæmi sem Ásgeir Brynjar nefndi áðan COVID-björgunar aðgerðirnar, það sem mátti ekki minnast á það að kannski ætti ríkið að taka sér eignarhlut í fyrirtækjum, allavega í þessum stærri fyrirtækjum sem verið að bjarga. Og að ríkið geti líka sett skilyrði fyrir styrkveitingum sem hefðu einhver svona samfélagsleg markmið. Ríkið geti til dæmis gert kröfu launabil, að launabil væri ekki of mikið milli starfsmanna í fyrirtækjum. Og fyrirtæki mættu segja nei ef þú settir ekki við að forstjórum má gjöra með meira en þreföld laun þá bara segir nei, þá bara færði ekki aðstoð, en ef þú vilt fá aðstoð þá fáir það beygja undir samfélagsleg markmið. Akkurat, já, ég meina þetta eru peningar úr sameiginlegum sjóðum. Við getum stutt ykkur, en þá viljum við að atvinnulífið þá viljum við hjálpa til, þá viljum við í rauninni leggja ákveðna línur fyrir atvinnulífið og það stefni ákveðna átt. Með einhver samfélagsleg... En við erum ekkert að ræða þetta, eins og ef ég má taka dæmi fyrir utan COVID, þá eru nýsköpunar og þróunar styrkir sem eru skattaafslættir, fóru eitthvað yfir 10 milljarðar út í fyrra, mikið til fyrirtæki sem eru bara að greiða sér út arð bara þessa dagana. Þessu fylgdi ekki nokkuð skilyrði, þeir máttu bara eiga þetta og það var ekki nein skilyrði að þetta væru peningar sem að fylgdi eitthvað svona siðferðislegar kröfur almennings. Einmitt. Þetta er náttúrulega bara mjög gott dæmi það hvað við erum með svona gamaldags iðnaðar og nýsköpunarstefnu. Við erum með náttúrulega flokk í bæði því ráðuneyti og í fjármálaráðuneytinu sem hefur bara algjörlega bitið það í sig að svona nýsköpunarstefna eigi fyrst og fremst að byggja á því að opinberum fjármunum að opinberum fjármunum elti að spegli einhvern veginn markaðshegðun einkafjárfesta. Eins og þarna með þessa skattaafslætti sem þú nefnir og annars ríkið einhvern veginn að dríja þá höfuðsynd að velja sigurvegara. Ríkið megi alls ekki pick winners, ákveða einhvern veginn hvaða greinar skuli vaksa og dafna og hverjar síður. En Mazzucato segir bara, stundum á bara ríkið mitt að velja sigurvegara og ríkið hefur valið sigurvegara og stundum hefur það bara gengið býsna vel. Það er mjög gott kvót í hana, hún segir að það sé betra að ríkið velji sigurvegara heldur en að tapararnir velji ríkið og hengi sig utan í pilsfald ríkisins. En ég meina, við höfum náttúrulega alltaf verið að velja einhverja sigurvegara. Ég meina, þessir gamaldags stjórnmálaflokkar hafa náttúrulega ríkið stefnu sem snýst að velja sigurvegara, til dæmis í sjávarútvegi með gjafakvótakerfinu og í landbúnaði með verndartollum og með skattaívilnunum til mengandi stóriðju og svo framvegis Þannig já, ég meina eins og í kringum bara COVID-björgunaraðgerðirnar, það hefur verið hægt að gera svo miklu meira til þess að í rauninni beina atvinnulífinu í svona ákveðna átt og Mazzucato er ekki að tala fyrir einhverju voðalegri miðstýringu eða neitt svoleiðis en þó því að ríkisvaldinu, þessu svona lýðræðislega tæki sem við eigum saman, sé beitt til að bara leggja línurnar þróun efnahagsmála og að opinberri fjárfestingu sé til dæmis beitt til þess að varða veginn í rauninni beina einkafjárfestum þá í ákveðna átt með svona crowd-in áhrifum, getum við sagt að ég meina ríkið getur gert rosalega mikið til að bara hafa áhrif á væntingar það hvar vaxtatækifærin liggja og Annar hagfræðingur sem er reynda kall, ég veit ekki hvort að megi nefna það, Ha-Joon Chang, hann heldur í mér þess að fram, það hefur ekkert ríki sem hefur vaxið orðið að neinu nema fyrir opinbera stefnu. Það er bara ekki til ríki sem er orðið til óvart. Já, og bara, ég man ekki hvort að það sé hann sem að fyrir aftur til Rómaveldi, svo sagði, ástæðan fyrir hvað var mikill auður í Rómaveldi var að það var skattlagtar sem var hægt að búa til infrastruktúr sem að bjó til auðs. Þannig verða hlutinni til. Já, hann fer yfir þetta náttúrulega bara, ég meina, tökum bara Suður Kóreu, þar sem er svona háskerpu sjónvarpstækni þróuð og svona, ég meina það er bara, það sem gerðist þar var að bara fjöldi fyrirtækja og opinbera aðila settust bara niður og það er bara nefnd, bara það er í rauninni ákveðið bara veðja svolítið á þennan iðnað og ef við hugsum þetta í samhengi við bara
stöðuna í dag. Ég meina, af hverju veðjar ekki bara til dæmis Ísland á einhverja svona græna, einhverja svona loftslagsvæna hátækni eða eitthvað svoleiðis? Hvað er það versta sem getur gerst? Ég meina, tökum bara... En til þess að það geti virkað, þá væri við að kjósa þingmenn sem að væru að ræða þessa hluti hvert samfélag þetta að þróast. Nákvæmlega. Og til hliðar við það væri sko stjórnsýsla og eitthvað ábyrgt atvinnulíf sem að væri, sem sagt að væri lýðræðiskerfi með margar miðjur sem að gætu tekið ákvarðanir. Við eigum það ekki í dag, sko. Við eigum, ég var að lýsa á þann heilbrigðiskerfinu, þar sem fólk upplifir það sem gerðar ekki neina kröfur það komið með neina nýsköpun. Það er búið að leggja niður styrkjakerfið og orðið það bara útgreiðslu út úr fjármálaráðuneytinu í gegnum skattaafslætti. Þannig að við eigum ekki raunverulega sko stjórnmálakúltúrinn og stofnanirnar til þess að glíma við það hvert viljum við að Ísland fari. Nei. En eins og ef við bara tökum þetta dæma þess áfram, ég meina ímyndum okkur bara að það væri ríkisstjórn hérna sem bara myndi ákveða bara núna til næstu ára, þá ætlum við að gera það sem við getum og þetta er bara mission hjá okkur að Ísland verði bara leiðandi í svona þróun á einhverjum grænum tæknilausnum og til dæmis þegar kemur að bindingu kolefnis þá til dæmis væri þetta sko fjárfesta, ég meina ríkið gæti bara orðið hluthafi til dæmis í Carbfix og einhverju öðru svona sambærilegu sko og leið var þetta innleiða kannski hvort það væri reglur eða skattalegi hvatar til þess að í rauninni knýja sko stóriðjuver til að hérna binda meira af losuninni sinni og þannig er í rauninni búin til enn meiri eftirspurn eftir þessari tækni og hérna ítt enn frekar á þróun hennar sko. Þú veist það er alveg að þetta ímynda sér eitthvað svona í framkvæmd sko. Já, ég get ekki dæmi bara úr Íslandssögunni, ég nefndi hitaveitun áður, það var uppbygging Íslands sjávarútvegs, það var gerð hérna með ákvörðun ríkisstjórnarinnar, það voru færð út landhelgin til þess að auka líkurnar að verða afla, það voru ýtt undir uppbyggingu félagslegra útgerða til þess að treysta atvinnulíf alls staðar í kringum landið, þú veist við höfum oft gert þetta sko, þannig að bara skrýtt er að við erum ekki að pæla í þessu í dag. Og það var bara mikilvægt eins og Stefán fór svo vel yfir að sko, sem hún bendir á að í staðin fyrir eins og þetta er alltaf hérna í svona PPP verkefnum og svoleiðis að ríkið í rauninni sé bara að baktryggja einhvern veginn einkaaðila fyrir mögulegu tapi, að ríkið sé þá hérna taki líka þátt í því að hluti ágóðans þegar verkefni ganga vel og þegar fjárfestingar bera ávöxt renni til ríkisins, einmitt til þess líka að ríkið geti staðið straum af til þess að vegna þess að við verðum alltaf að gera ráð fyrir að hluti svona verkefna gangi ekki upp. Það er bara þannig eins og hverjar aðra fjárfestingar. En já, ég ætla að stökkva niður og fara eitthvað að hamast í sjálfstæðismál. Okay. Við höldum áfram að tala um efnahagsmál. Mjög gaman að koma. Takk. Takk fyrir það. Herðu, má ég koma aftur til ykkar, Stefán og Ásgeir, með þetta sem er að veltast í haustum á mér. Hugmyndir er svo að ríkið og þeir sem að fara með ríkið eigi að geta tekið svona ákvarðanir svipað og Jóhann var að segja. En eins og ástandið er í okkar ríki, þá er ég ekkert sérstaklega bjartsýnn á að sko, það kæmi endilega sko, gáfulegar ákvarðanir það. Maður heyrði það í COVID-inu, það var að tala að mætti reka ríkissjóð með meiri halla og menn sáu það að það geti jafnvel náð út fyrir COVID-ið og þá heyrði ég það bara verða til í hugmyndum til dæmis þegar í Sjálfstæðisflokknum, að þarna væri tækifæri raunverulega til þess að dæla peningum út í atvinnulífið með því að ýta undir sko einhverja græna orkubreytingu og annað slíkt með svipum hættu er gert núna við rannsóknir og þróun. Þú veist, erum við með samfélag þar sem að við getum komið saman, ekki bara þau þarna niður á Alþingi, heldur svona úr ýmsum geirum samfélagsins og mótað einhverja svona hugmyndur það hvað væri góð og klók leið fyrir uppbyggingu íslensks samfélags. Ég tek kannski boltan fyrst. Þá ég nú ekki beint bjartsýnn á það, sko. Mér finnst nú einkenna stjórnmálin ansi mikið með skosti mjög valdamikla aðila í stjórnmálunum og sem að
sem að forðast það að gera eins og almenningu vill eins og þeir mögulega geta, sko. Ég meina við höfum fullt af þessum málum það sem liggja fyrir viðhorf eins og til sjávarútvegsstefnunnar kvótakerfisins og nýja stjórnarskráin og alls konar önnur mál þar sem að mikil meirihluti almennings vill taka á. Mariana Mazzucato myndi segja, heyrðu, það akkurat dæmi mál sem að á að setja á dagskrá, sem að ríkisvaldið, ef almenningu vill það, þetta meiningin að við séum hér í lýðræði, sko, að ef almenningu vill eitthvað, þá eiga stjórnvöld sem eiga að vera að ganga erinda almennings, þá eiga þau að taka frumkvæðið, setja, teikna upp þau markmið og hvernig hægt að ná þeim og setja prógrammið í gang og virkja allt það í samfélaginu svo það þarf til þess að ná árangri. En hér erum við með náttúrulega ráðandi stjórnmálaöfl sem aðallega í því að koma sér undan því að gera það sem almenningu vill og eru enn, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa í raun og veru ekkert breyst mikið frá nýfrjálshyggjutímanum sem að náði fram að hruni. Helsti munurinn núna sá að þeir þora ekki eins mikið að tala það opinskátt fyrir hvað þeir standa en þeir eru allir að róa að því að hlaða undir einkagróða sjónarmið afmarkaðrar yfirstéttar myndi ég segja. Þannig að ég finnst nú ekki beint að það sé mikið líf eða möguleiki í þessum stjórnmálum. Vinstri flokkarnir eru ráðveltir og ruglaðir og fyrir utan hvað þeir eru sundraðir. Þannig þú ert eiginlega að segja þarna í upphafi, varst að segja það að afstaða almenning sem má lesa út úr svona könnunum afstöðu til ýmissa hluta náttúrulega mikil svona lýðræðislegt valjú, þar sem er búið að fara í gegnum alla heitapotta á landinu og svona móta einhverja afstöðu, að það náttúrulega í takti við lýðræðislegt samfélag þá náttúrulega ættu stjórnvöld að taka mark á þessu, næstu því svo heilugum sannleika. Það annað kemur í ljós. Ásgeir Brynjar, þú er að vera jákvæður, við vorum að lyfta okkur upp, við upplifum það að Íslands samfélag sé ekki alveg tilbúið undir þetta. Nei, já, það náttúrulega gífurleg tækifæri eins og óþolandi frasi úr pólitíkinni. Það langt tækifærina. Fólkin í því að nýta COVID, hversu vel það birtir ruglið. Ef að Mazzucato aftur, að því ég veit ekki ráðgjöf en ég tek mér hennar orði munum, hún væri nú fengin hingað til að hjálpa okkur núna og myndi frétta heyrðu þá að byggja nýja brú hjá Selfossi yfir Ölfusá og þá að setja hann í PPP, einkaframkvæmd, sem að ráðuneyti viðurkennir að kostar mun meira því að það þarf arðsemi á eigið fyrir kapitalistana sem á að setja inn í það og þá að rukka það og svo eru heimamenn að rífast hvort þessi 100 kall eða 400 kall ferðin yfir og hún myndi bara segja er þið rugluð að fara að gera þetta, þeir geti fengið lán á 0 eða 1% vöxtum til að byggja þetta, akkur það blandin einkaaðilum til að fá hagnaðinn af þessu, að því við vitum það úr vaðlaheiðargöngum að ef að það verður vesen, dýrara, tap þá þarf ríkið að borga hvort sem er. Þannig að það búið að vera þeim alveg 8 ára aftur í bókunum með að vinna gegn þessari rentusókn og því hvernig svona spilavítiskapitalismin stelur af hinu raunverulegu verðmætasköpun. Ég meina til að taka annar. Þetta stefna núverandi ríkisstjórnar að setja á vegatólla og það stefna þeirra frammi fyrir því sem að samtök atvinnulífsins hafa metið að séu svona 420 milljarða skuld út af vanrækslu við innviði á nýfrjálshyggjutímanum, að það sé meira og minna keyrt í gegn með einkafjármögnun, það séu ríkið sé á veikt til þess að geta staðið í þessu, einkaaðilar vera að koma þarna inn og fjármagna það með vegtollum og gjaldtöku og almenningi. Já, ég meina við skulum sjá hvort að almenningur vill það. Ég meina ég ætla að enduróma aftur frá Stefáni, hann hefur nú sitt í stjórn Spalar, þannig að hann getur kannski skrifað söguna því, en punkturinn það sem fólk veit, meiri hluti við fjöllum það, Gunnar Smári, ég held að það veri 14% landsmann sem vildu einkavæða bankana,
86% vildu bara ríkið áfram. Við sjáum meira sér arðgreiðsluna núna, söluverðið dugar fyrir arðgreiðslum í örfá ár, sem og svo sjáum við umræðan að koma það að nú á að fara að borga bónusa, sem bara svona kristalltært dæmi fyrir hvað verið að borga starfsfólkum bankana bónusa. Það tók hér mörg ár eftir hrun að fækka því, það var reyndar að endurreikna lán í atvinnubótavinnu út af Hæstaréttardómi, en sem sagt, við getum náttúrulega farið aftur í sama farið, en það birtist mjög skýrt ruglið við það í raunveruleikanum í dag. Ég meina, annað dæmi, það allir farnir á gönguskíði núna á Heiðmörkin sem búin að vera bara kostnaður fyrir sveitarfélögin að planta trjám, reyndar umhverfisvænt gott, þar að ekki bara frábær skógur til að vera á gönguskíðum í almannaeigu, almannagæði, eigu einskins. Þarna væri einhver minnihluta tel ég pólitík sem myndi vilja segja að við þurfum bara að selja skóginn til að lækka skuldir sveitarfélagana. En þú ert að gefa frá þér eignamóti og þá fer einhver einkaaðili að rukka fólk við innganginn inn í skóginn. Ég meina, þetta bara kristaltært dæmi það rugl sem hafði viðgengist og menn voru að vinda ofan af. Ég meina, hún skrifaði í 2016 í Rethinking Capitalism bókinni, annar kaflinn þar var endurhugsun fjármálastefnunnar. En það var ekki óhætt, maður var álitinn bara skringilegur að tala út frá þeim kafla þá þegar ég byrjaði fjármálaráði, en núna allavega eftir COVID þó út allan heim umræður endurhugsun fjármálastefnunnar. Ég þarf að hlusta á upptökurnar úr þingsalnum núna á eftir til að sjá. Ég hlusta aðeins á þetta í dag, því ég var nú að undra mig á því að þau ætluðu að vera laus um 4-leytið og núna klukkan að vera 9 og þau eru ennþá í vinnunni. Ég var bara að velta fyrir mér hvað svona vinnustörf það var. Ég get alveg lofað því að umræðan fjármálastefnuna var ekki á háu plani, ekki miður. En varðandi eitt sem ég að hugsa, því að ég held að til þess að það sé raunverulega hægt að tala svona hluti, þá þurfum við einhvern veginn að breyta umræðinni. Ef við tökum bara eins og nú við talaðum að hún leggi til samfélagsbanka og ennþá á ríkið Landsbankann, almenningur vildi ekki selja Íslandsbanka, Ásgeir vitnaði til kannana sem að Bankasýslan gerði, en almenningur vill ekki selja bankana og hún nefnir samfélagsbanka. Ef maður tæki svona umræðuna bankasöluna, fjármálakerfið og bankana og svona, og hvað væri svona stór hluti væri umræð samfélagsbanka, það er bara eitthvað pínu lítið. Það er örsjaldan sem þetta kemst á umræðu. Það er einhverjum svona hálfgerðir sérvitringar sem halda fund í Norræna húsinu að reyna að kynna þetta. Formað VR mætir og sýnist áhugasamur. Einstaka stjórnmálamenn nefnir þetta svona sem 18. setningu í einhverju svona, já, svo má náttúrulega skoða, þú veist, ég meina, vantar intelligensjun á Íslandi, vantar einhvern veginn svona aflið til þess að knýja umræðuna áfram, þannig að hún sé meira vit í henni, hún sé svona sækja meira það sem í umræðunni erlendis og við séum ekki að bíða í mörg ár eftir að leiðrétta það sem að menn eru kannski að reyna að byrja að leiðrétta þar. Hvað hrjáir ykkur? Já, þetta góð spurning. Þú ert okkur elstur, þú verður að svara þessu. Já, þetta góð spurning og ekkert einfalt svar í sjálfu sér, en ég held að umræðan almennt ansi grunn alla jafna og maður hefur séð þetta aftur og aftur hvernig ráðandi stjórnmálaflokkarnir, stærstu flokkarnir hafa getað keyrt í raun og veru yfir þjóðina og það bara ekkert mál, hefur engar afleiðingar, breytir ekki einu sinni fylginu en mér nú alltaf reynst dálítið vel svona í gegnum tíðina að geta vísað í eitthvað erlend, hvað að gerast erlendis, hvað að gerast á hinum Norðurlöndunum. Það að vísu orðið þyngra að sækja þangað fyrirmyndir því að frjálshyggjuáhrifin hafa nú farið dálítið illa til dæmis með sænska velferðarríkið, svona svo ég taki eitt dæmi, þannig að það væri eiginlega hálffatalt að ætla að fara að setja það upp sem einhverja fyrirmynd fyrir okkur á Íslandi í dag, en almennt það dálítið gott að geta vísað í svona nýja hugmyndastrauma erlendis frá og einmitt svona efni eins og Mariana Mazzucato með fullt af nýju efni og hún
kynnir þetta svona á brilljant máta. Sko, frjálshyggjumennirnir hérna íslensku, nýfrjálshyggjumennirnir, þeir höfðu skilning á þessu og þeir náðu sínum áhrifum, sínum miklu völdum sem að urðu að öllu því tjóni sem að við erum ekki enn laus út úr í sjálfu sér, að þeir gerðu þetta á löngu árabili að voru að bjóða öllum stóru frjálshyggju hugmyndafræðingunum frá Friedman til og Hayek og Buchanan og alls konar gósum sem að gott eða gátt ekki margir hverjir skreytt sig með einhverjum Nóbelsverðlaunum í hagfræði fyrir eitthvað ómerkilegt oft á tíðum að þetta var ofboðslega öflugt afl til þess að breyta tíðarandanum í stjórnmálunum hérna heima og þessar hugmyndir áttu alls ekkert upp á pallborðið hjá Íslendingum þegar það fara að koma hérna fram í kringum 1980 en 10 ár eftir það þegar var búið að vera að flytja inn svona gúrúa einhverja og það var búið að hampa þeim hérna eins og einhverjum meiri háttar vitringum að þá voru bara allar flóðgáttir opnar fyrir þetta. Þannig að þegar að ríkisstjórn Davíðs Oddssonar mynduð með Framsóknarflokknum 1995 þá gátu þeir bara útfært hér plön sem að hefði verið óhugsandi að framkvæma í mörgum nágrannalanda okkar. Þetta finnst mér vera merkileg leksía sem að aðrir sem að vilja vinna skynsamari og vitrænni hugmyndum eins og þessum hjá Mariönnu Mazzucato gætu lært. Þannig með öðrum orðum við ættum að fá hana hingað heim sem fyrst og fleiri af þeim toga. Starfið sem að Stefán var að vitna til var starf sem að Frjálshyggjufélagið stóð fyrir flutt inn, þannig að það hérna komið fram tillaga að stofna Félagshyggjufélagið og flytja meðal inn Mariu Mazzucato til þess að auðga umræðu á Íslandi. Það kannski fyrsta skrefið sem að þarf að vera. Heyrðu, það búið að vera gott og gaman að spjalla við ykkur og ég þakka þeim líka sem eru horfin á braut, Jóhanni Páli og Kristrúnu sem eru niður á þingi að tala stefnu samfélagsins, en Ásgeir Brynjar og Stefán Ólafsson, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað og fræða okkur. Ég ætla bara að því að kannski getur samstöðin gert eitthvað í þessu, Stefán, að á mánudögum þáttur sem heitir Rauður raunveruleiki sem að ungi sósíalistar eru með. Þeir vilja bæta við einu þætti og ætla að vera með á föstudaginn og þar verður Varoufakis gestur, gríski hagfræðingurinn og skamman tíma fjármálaráðherra Grikklands. Þeir ætla að spjalla við hann, þannig að samstöður með litlum mætti að flytja hérna inn hugmyndir. Hérna á morgun við til dæmis viðtal við út frá baráttunum að búa til stéttarfélög innan Amazon sem við erum að reyna líka að draga inn stéttabaráttuna. Hérna á eftir síðan þáttur leigjandinn sem að Guðmundur Hrafn Arngrímsson sér og hann mjög duglur við að heyra í leigjendum sem standi í baráttu í Katalóníu, Berlín, í alþjóðasamböndum leigjenda, einhvern tímann talaði við fólk inn í Minneapolis í Bandaríkjunum sem stóðu í þessu á sama tíma og hann að tala við íslenska leigjendur. Hérna þegar eftir leigjandanum kemur svo pólski þátturinn, Pólo Kokta, þar sem að pólskir Íslendingar tala íslensk samfélagsmál og ástandið í Pólandi. Svona byggist samstöðinu upp og ég vil benda ykkur á að það svolítið, ég vil sjá ykkur fært að aðstoða okkur við uppbygginguna á því með því að læka og dreifa. Það gerast áskrifendur inn á stöðin inn á YouTube sem okkur sýnist að verði svona frekar staður til þess að vaksa á heldur inn á Facebook sem alltaf að setja okkur að hatta og alltaf aftur á okkur, láta þætti sem að ná mikið útbreiðslu hverfa og annað slíkt. Þannig þið getið aðstoða okkur við að byggja það upp. Ef þið viljið aðstoða við uppbyggingu dagskránna fjárhagslega þá getið gengið í Alþýðufélagið. Þar eru félagsgjöldin svona eins og 2 kaffibollar á mánuði og þá eru þið að ýta undir það að hér komi nýjir þættir sem eru undirbúningi margir. Það von á þættum umhverfismál og erlend málefni og eitthvað fleira. Hvet ykkur til að fylgjast með uppbyggingu samstöðunar á síðum samstöðun.is og á YouTube og svo á Facebook líka. En takk fyrir kvöld. Á morgun á Rauða borðinu þá ætlum við að tala
kvótann, svona í tilefni að verbúðinni, þá að fæðast innan í rauðaborðinu mikil úttekt á kvótakerfinu sem hefur mörg andlit og á morgun ætlum við að beina athyglinni að svindli innan sjávarútvegsins og kvótakerfisins, alveg frá brottkastinu yfir að hvernig er svindlað á nýtingaprósentunni, hvernig er farið fram hjá vikt, hvernig menn að selja sjálfum sér á undirverði, hvernig menn taka út hagnaðinn í útlöndum, hvernig menn felan, hvernig menn svíkja á skatti, hvernig menn svíkja á sjómunum og hafnagjaldi. Það farið verið allt við rauðaborð á morgun. Hvernig fylgjast með? Takk fyrir í kvöld.